Að byrja eiginlega niður á þingi og þau sé ekki niður á þingi. Það eru 3 þingmenn mættir hérna til þess að ræða frumvarp til fjárlaga. Það er Jóhann Páll Jóhannsson frá Samfylkingunni, Björn Leví Gunnarsson sem er Pírati og Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir sem er í Viðreisn. Þessi fjárlög, náttúrulega fjárlögin eru sterkasta hagstjórnartækið, Jóhann, ef maður byrja á þér. Nú þú eru skiluð með 80 milljarða halla. Ef við horfum bara á þannig, hvernig virka þessi fjárlög til þess að mæta því ástandi sem í samfélaginu, þeim halla sem hefur verið á ríkisrekstrinum, nú þegar hagkerfið er komið á full swing, samt 80 milljarða halli og eitthvað í þeim sem að drepa niður verðbólguna, eitthvað í þeim sem að mætir því fólki sem að núna að horfa fram hjá skerðingu kaupmáttarins vegna verðhækkana. Já, sko ég er ekki mjög flott, eins og þú segir þá náttúrulega er fjöldi heimila í alveg gríðarlegum vanda, ég meina lágtekju og millitekju heimili sem að finna fyrir því hvað matarkostnaður á rjúkubur öllu valdi, greiðslubyrði vegna húsnæðis, bæði fólk á leigumarkaði og svo fólk kannski sem rétt skreið inn á húsnæðismarkaðinn, fasteignamarkaðinn þegar vextir voru alveg sögulega lágir, þannig að núna skellur á bæði þessi mikla verðbólga eftir COVID og stríð í Evrópu og Seðlabankinn bregst við því með því að hækka vexti. Við erum náttúrulega, ríkissjóður er náttúrulega ennþá rekið með halla, það var bara þetta mikla högg og svona framleiðslu skellur í COVID og alltaf viðbúið að það tæki sinn tíma að ná niður þeim halla. En Jóhann, ég skil þetta ekki, vegna þess að fjármálaráðherrann segir að COVID-aðgerðirnar þær eru farnar, hagkerfið er komið á full swing, en samt 80 milljarða halli, sem að bendi til þess að svona öllu óbreyttu, þá verður bara 80 milljarða halli, og þá verður annarkvort að búa til tekjur, auka skattheimtu, eða skera niður á móti þessu. Algjörlega, ég meina, við gætum núna haldið áfram að reka ríkissjóð með bara gríðarlegum halla og það myndi þá koma fram í versnandi viðskiptakjörum og áframhaldandi verðbólgu, eða við getum reynt að ná niður hallanum og þar er einmitt vandinn eins og þú segir að bara tekjuhliðin er gjörsamlega brostin og það þarf að auka herða á aðhaldsstig ríkisfjármálana og það er að gera það á ýmsan annan hátt heldur en að hækka til dæmis flata neysluskatta eins og ríkisstjórnin að gera. Það er reyndar einmitt aðferð sem skila sér beint inn í vísitölu neysluverðs. Það sem ég finnst að þetta gera núna er að leggja á svona hvalreka skatta af einhverju tagi. Það væri til dæmis að leggja álag á stærstu útgerðarfyrirtækin. Það væri að hækka fjármagnstekjuskatt og draga úr svona að gera það fyrir svona tekjutilflutning þar sem launatekjur eru skráðar ranglega í rauninni sem fjármagnstekjur. Þannig þetta er í rauninni það sem ætti að gera til þess að bregðast við sporna gegn þenslunni og ná niður verðbólgunni. En hitt sem skiptir ekki síður máli, það er að verja fólk fyrir verðbólgunni og vaxtahækkunum og það er auðvitað eðlilegast að gera það bara með þeim tækjum sem hafa verið ég meina vaxtabótakerfið. Það er til dæmis bara, þar hafa eignaskerðingamörk, þau hafa staðið óhreyfð síðan 2018, þannig að þetta til dæmis bara hækka þau skerðingamörk eða til dæmis fara þá leið sem var farin 2011 og 12 þar sem var svona sérstök vaxta niðurgreiðsla. Þannig að það eru ýmis tæki sem væri að nota til að létta undir með heimilunum. Ég hef líka áhyggjur af fólki á leigumarkaði vegna þess að svona sögulega fylgir leiguverð alla jafna eignaverði. Þannig að það er bara mjög mikil hætta á að leiguverð fari núna á flug og mér finnst bara algjörlega borðleggjandi til dæmis að lögfesta leigubremsu eins og Danir eru að gera. Björn Leví, hvað segirðu þetta með gatið á ríkissjóði? Á að fylla það upp með tekjum, á að skera niður eða mun hagkerfið vaxa upp til þess að eyða þessu gati?
ef að við fengjum myndabjörn í Levi kannski. Skipta yfir á sælumessuð. Sko, tekjugatið að hluta til náttúrulega vegna þess að áhrif að COVID gætti upp af þess árs. Þannig ef þetta var í heilt ár af svona núverandi ástandi, þá var þetta mun nær núlli myndum að halda. En þar með samt ekki öll sagan sögð, því að það líka sem sagt verið að setja 4 milljarða aðhaldskröfu á spítalan og ýmisönnurkerfi, þannig að það verið að bremsa þó nokkuð mikið niður til þess að ná samt þessum 80-90 milljörðum í halla. Þannig að í venjulegu ástandi þá værum við sem sagt kannski í núllinu en samt með aðhald. Þannig að það pínu kannski skekkjan sem við erum að glíma við þar. Og þar tvímælalaust eitthvað sem að þarf að huga að. Núna erum við, þetta áhugavert að skoða hvernig skattar leggjast á mismunandi hópa fólks. 1997 og 2007 mjög spesár, þá var skattbyrðin á þeir sem eru ríkastir, hún var einna hæst, sem hún hefur verið bara undanfarin rúmlega 20 ár. Hún mjög mun lægri og hefur farið lækkandi síðan 2007. Og og á sama tíma hefur skattlagning á þau sem eru í lægstu tekjutíundunum, 3., 4. og 5. sem er hækkað. Og þetta svona ójafnvægi sem aðeins búið að breytast og eitthvað sem að ætti tvímælast að huga að. Ég held að ástæðan fyrir því sé einmitt að það sé lítið búið að sinna þessum jöfnunarkerfum sem hafa verið staðlinum í gangi víðsvegar í Skandinavíu, en hafa fengið að drabbast niður hérna. Og það mjög áhugavert nefnilega að þú veist, skilja það að ástandið á húsnæðismarkaðnum að rosalega miklu leyti til stjórnvöldum að kenna. Þau bjuggu til þetta eftirspurnaræði í rauninni með því að hjálpa fólki að kaupa. Það gerði ekkert annað en að hækka íbúðaverð og að lokum keypti fólk sig í rauninni upp í hæstu hæðir eins og það gat eitt. Á sama tíma þau ekki að gera neitt í framboðshliðinni, þau ekki hjálpa til í rauninni á neinn hátti það að búa til. Það var einhver ein aðgerð sem var að hluta til hvatti til þess að væri verið að byggja. Það var nú hátíðafundur í dag, Björn. Það var hátíðafundur í dag með innviðaráðherra og sveitastjórum að fagna því að þeir væru að fara að byggja 35.000 íbúðir bara á morgunið hinn. Já, það merkilegt líka. Þetta sagði innviðaráðherra í mars, held ég að verið. Þá tilkynnti hann 20.000 íbúðir á næstu 5 árum. En svo sjáum við ekkert þau áform í fjármálaáætlun til 5 ára. Og heldur ekkert núna í fjárlagafrumvarpinu. Við sjáum að þau segjast vera með einhver nefnd í gangi sem á að skila hérna á næsta mánuði eitthvað svoleiðis og þá muni einhverjum fjármunum vera fluttir fram og tilbaka. En það rosalega ódýrt í rauninni því að þegar að ríkisstjórnin leggja fram fjárlagafrumvarpið sitt þá ættu þau að vita nokkurn veginn það bil hver kostnaðurinn af áformum þeirra, þó að það sé ekki hárnákvæmt endilega, þá sé eitthvað í áttina. En það sem það segir mér einfaldlega að þó að innviðaráðherra segi að þá að byggja 20.000 íbúðir á næstu 5 árum, 35.000 á næstu 10, að þó að hann segi það, þá það greinilega ekki samkomulagið innan ríkisstjórnarinnar. Af því það rosalega auðvelt að segja hversu mikið pening þarf þá á næsta ári ef að það á að byggja 20.000 íbúðir á næstu 5 árum. Það bara ekkert mál. Það mjög auðvelt jafn upp að það að gera. En þannig að við erum í þessu ástandi að ríkisstjórnin búin að drífa upp verðið á íbúðum. Það svona ákveðin tálsýn á efnahagskerfið. Þetta efnahagsaðgerð sem stækkar reikningin allt í einu á fólk sem átti íbúð, á allt í einu miklu meiri eigninni því að allar íbúður eru bara hækka í verði. Skuldar minna. Lánið þeirra breytist ekkert og meðan íbúðin hækkaði verði. Og það lítur rosalega vel út á efnahagsreikningum. En núna kemur síðan bakreikningurinn í formi verðbólgunar sem fer þá að drífa upp sérstaklega hjá þeim sem eru með slæmlán, verulega slæmlán. Íslandslánin og svo framvegis, sem betur þeirra hefur eitthvað verið að fækka.
En þannig að við erum að fara að borga fyrir þessa hryllilega slæmu bara hagstjórnar ákvörðun að hjálpa fólki að kaupa íbúð á meðan það ekki verið að byggja íbúður á sama tíma. Því að sko, það þarf að gera rauninni hvort tveggja kannski, ef þú ætlar að fara til það. En það að byggja íbúður, þú sérð ekki áhrif af því fyrir þau 2 ár. Þannig að út af ástandinu núna, þá eina leiðin til þessu rauninni að koma til móts við verðbólgu áhrifin, að það að vinna á vaxtabótakerfinu. Það er bara eina skammvinna rauninni lausnin sem að hægt að fara að grípa til þess að laga rauninni þetta sjálfskaparvíti sem að ríkisstjórnin búin að koma öllum. Og það ekki að sjá nein merki þess í frumvarpinu að það sé verið að auka vaxtabæturnar mikið. Þorbjörg, ég ætla að halda mig við 80 milljóna króna halla. Einu sinni þegar í gamla daga þá var talað að halli væri alvarlegt mál, nú talandi svona kærulslega þetta að hann muni bara hverfa hægt og bítandi. Við sjáum það núna reyndar í fjárlagafrumvarpinu að vaxtagreiðslur ríkissjóðs eru byrjað að verða með stærri útgjaldaliðum sem hefur ekki sést lengi. Á að skattleggja til að fylla upp í þetta gat, á að skera niður til að fylla upp í þetta gat eða hverfur þetta bara sjálfur sér? Já, sko fyrst varandi hallan, ég held að sé nú talað hann séu 89 milljarðar, þannig að nær hallaspán 90 milljörðum. Það einn landsspítali, svo að við notum svona þekkt viðmiðun, einn landsspítali. En ég myndi vera sammála því að það sé alltaf lítið talað það sem bara sjálfstæðan og alvarlegan punkt hversu hallin mikil, að því eins og þú segir að þá eru vaxtagreiðslur ríkisins orðnar mjög háar. Það kostar að skulda þegar maður horfir á hverja vaxtagreiðslurnar eru og þá staðreynd að þær eru 4. stærsti útgjaldaliður ríkisins. Það er rándýrt að skulda og það hefur auðvitað áhrif á velferðina, á innviðina, á alla þessa grunnþjónustu sem við viljum verja með öllum mætti sem við getum. Þannig að fyrir fólk sem umhugað það að styrkja grunnþjónustu og velferð, þá hlýtur að vera markmið að losa okkur undan þeirri stöðu að 4. stærsti útgjaldaliður ríkisins séu vaxtakostnaðar. En varðandi spurninguna... Þorbjörg, það er búið að skatta, þú vilt ekki skera niður, þú segir að þeir sem vilja verja velferðina og verja opinbera þjónustu, að þeir verða að passa það að hallin verði ekki of mikill og þá er eiginlega eina leiðin sem eftir að bara skattleggja upp í þetta. Það er tvennt í því að því það er alveg hægt að hagræða í rekstri og sína ábyrgð í rekstri en á sama tíma verið alveg skýr það að það eigi verja velferðina. Fjármálaráðherra talaði til dæmis það á sinni kynningu að til þess væru ýmsar leiðir, svo sem með sameiningu stofnana og það er hægt að fara í sölu á ríkiseignum, það er hægt að útvista verkefnum og svo framvegis og framvegis. Þannig að það er alveg hægt að fara í það, þar segja ekki bara með þeim formerkjum að hækka skatta og það er auðvitað sérstakt í þessar aðstæður að það sé að verða til útgjalda aukning. En varðandi skattapólitíkina, því þú varst líka að spyrja það hvort eða fjárlega frumvarp svona sem hagstjórnartæki að þá verður þetta svo skýrt, finnst mér, þegar maður fer bara að hugsa það að þú sérð pólitík ríkisstjórnar á hverjum tíma aldrei birtast skýrara heldur en einmitt í fjárlagafrumvarpinu og í tengsli við skatta þá sérstakt að horfa á kynningu fjármálaráðherra því mér finnst maður stundum þurfa að hlusta á það hvað ekki verið að segja okkur. Hvaða orð heyrðist til dæmis ekki í kynningu fjármálaráðherra. Það aldrei talað stórútgerðina, það aldrei talað veiðigjöld. Það mikið talað það að verja viðkvæmustu hópana í þessum ótrúlega þungu aðstæðum sem að blasa við heimilum landsins núna. Þetta sem við erum að ræða, lánin, vaxtastigið, matarkarfan, allir kostnaður við að reka heimili orðin margfalt dýrari. Fjármálaráðherra talar það að það að verja þessa lægstu hópa, eða verst settu hópa og ég held og ímyndi mér að það séu allir á Alþingi sammála. En hann nefnir ekki
að þau gjöld og þessi skattar sem eru hækka í frumvarpinu í raun og veru atlaga að millitekjufólki sem í sömu stöðu hvað þetta varðar, þar að segja það hvað að koma fyrir lán á þessum heimilum, hver útgjöldin eru í mat og þessi daglegi kostnaður lífsins á meðan að það einhvern veginn algjör konsensus það hjá þessum 3 flokkum að fara ekki inn í pósta sem þau þó hafa sum hver tala fyrir, bankaskatt. Það verið að tala sölu á bönkum en aldrei þann veruleika íslenski neytendur búa ekki við samkeppni í bankaumhverfinu og eins og ég segi þetta með stórútgerðina. Þannig að í þessu svona fallega tungutæki það að vilja verja þá verst settu að þá felur fjármálaráðherrann það hverjir þar eru sem að taka reikningin og nefnir aldrei hvað raunverulega væri hægt að sækja auknar tekjur í þágu samfélagsins alls. Þannig ég myndi segja hvoru tveggja. Ég má aðeins flytja þetta yfir til þín, Jóhann, að sko, það verðbólga og Seðlabankinn og fjármálaráðherra vinna saman og sumileyti vaxtahækkun bara að taka peningur umferð, svona stoppa það og þú tekur peningur umferð þá er þetta að taka raunverulega peninga skuldarana úr umferð, það er fátækara fólksins. Önnur leið til að taka peningur umferð er að gera það með skattlagningu og þú getur gert það með því að taka peninga þeirra sem hafa mestu tekjurnar eða með mestu eignirnar úr umferð. En það er ekki gert. Þannig að saman virðist þetta spila þannig að þeir sem eiga að borga verðbólguna niður eru skuldarar. Hárrétt. Og ég held einmitt að við eigum að hafa í huga þetta samhengi sko, að því minna sem við gerum á ríkisfjármálahliðinni til þess að sporna gegn þenslu, því fastar þarf Seðlabankinn að taka í bremsuna og það þýðir bara stýrivextir verða hærri en ella og heimili sem skulda mikið eins og þú segir, jafnvel bara tiltölulega tekjulátt fólk sem skreið inn á eignamarkaðinn við þessar svona fordæmalausu aðstæður í COVID, gjalda þá fyrir það. Ég get annars bara tekið undir í raun mjög margt af því sem Þorbjörg Sigríður sagði en að vísu kannski líti ekki á sko hallareksturinn sem eitthvað sjálfstætt vandamál. Ég held kannski frekar að það væri skaðlegt, ég held að viðvarandi hallarekstur væri mjög vondur fyrir íslenska þjóðarbúið vegna viðskiptakjara og vegna þess að bara ýmsum ástæðum. Má ekki orða það þannig, Jóhann, ef þú ætlar að reka ríkissjóð með halla, þá verður að hafa ærna ástæð til þess. Þú getur ekki gert það bara, ekki bara af því að þú getur ekki feysa það þú þarft að gera það. Fyrir svona lítið opið hagkerfi eins og Ísland, þá er það bara mjög vont. Það er öðruvísi til dæmis fyrir Bandaríkin að reka ríkissjóð með halla lengi. En og þess vegna sko finnst mér algjörlega augljóst að það verði að taka til í ríkisrekstrinum og það verði best gert einmitt með á tekjuhliðinni sérstaklega. Auðvitað er hægt að ná fram svona hagræðingu og sparnaði en til lengri tíma sko held ég að það skipta ekki síður máli að bara reka alvöru skattapólitík sko og og sú skattapólitík sem birtist í þessum fjárlögum er ofboðslega vond vegna þess að svona helstu það sem ég sýnist allavega fjárlaga bandorminu var enda bara birtast í heild núna rétt áðan sko en mér sýnist svona stóru breytingarnar á tekjuhliðinni í rauninni vera þær að það hefur verið að hækka krónutölugjöld meira heldur en venjan er þarna hefur verið að kroppa alveg einhverja 5-6 milljarða. Jóhann, krónutölugjöld, þú verður að útskýra fyrir okkur sem ekki í fjárlaganefnd. Já, gjöldin á olíu, bensín, áfengi, tóbak og þetta eðli málsins samkvæmt sko, bitnar helst á heimilum sem verja hæstu hlutfalli tekna sinna til neyslu. Og það bitnar á millitekjufólki og það bitnar sérstaklega illa á lágtekjufólki. Þannig að þetta er ofboðslega vond skattapólitík. Hitt sem verið að gera er að það í rauninni verið að herða skattlagningu og gjaldtöku þegar kemur að vistvænum bílum, rafmagnsbílum og svoleiðis. Og ég get alveg viðurkennt að ég hef haft svolítið blendnar tilfinningar gagnvart öllum þessum niðurgreiðslum á rafmagnsbílum svona til að í þá orkuskipta sko, vegna þess að leið og maður er ánægður með markmiðið þá er þetta eðli máls samkvæmt að hafa verið
svona skattastyrkir sem gagnast sérstaklega efri millitekjufólki og jafnvel hátekjuhópum meðan tekjulægsta fólki ekki að kaupa sér einhverja Teslur. En mér svolítið kaldhæðnislegt einhvern veginn að núna akkúrat þegar kannski við erum farin að sjá fram á að á næstu árum fari rafmagnsbílar að lækka í verði og verða og það verði viðráðanlegt fyrir tekjulægra fólk að kaupa og þá á að skrúfa alveg fyrir þessar ívilnanir sko. Og taka upp kílómetragjald akkúrat þegar sko fátækara fólki og efna að kaupa endursölubílana, rafmagnsbílana. Þá eru hugmyndir að setja kílómetragjald. Það taka upp sko kílómetragjald en þá finnst mér algjört lágmark að það verði þá nokkrir þyngdarflokkar og þessir allra þyngstu bílar sko sem slíta vegum alveg margfalt á við venjulega fólksbíla séu látnir bera þyngstu byrðarnar sko. Ég er ekki séð að það sé einhver sérstök áform það að hálfu ríkisstjórnarinnar sko. Björn Leví, af því að þau tala svolítið að það þurfa að vera fókus á tekjuhliðina, á skattana. Ert þú sammála á því að við ættum að vera að kannski slátra 1/3 af þessum halla með því að afla tekna? Það er hægt að gera það að hluta til, fara í ýmsar svona samkeppnis breytingar á skattkerfinu, en það er eitt sem að gleymist aldrei í þessari skattaumræðu, að það eru upphæðinar sem eru að glatast af því að fyrirtæki eru að flytja arð út eða ekki skattaskjóli ýmislegt svoleiðis. Matið upp á það er alveg upp í 15 milljarða á ári, bara í skatttekjuna sko, og þá ekki í rauninni það umfang sem væri þar á bakvið í landsframleiðslu og öðrum áhrifum. Þannig að það eitt myndi dekka ansi stóran hluta af því sem að vantar upp á. Nú erum við að glíma við sko, eins og Jóhann Páll var að tala með náðan, að þau eru með þessar ólögfestu breytingar á skattheimtu og það eru samtalsrétt 10 milljarðar. Það væri minna til dæmis heldur en er að fara að renna út á hækkun í hafi og ýmsu svoleiðis hjá útgerðinni. Og einhvern veginn, þá var fyrir nokkur mánuðum síðan að þá var Bjarni að koma til þingsins og segja að við viljum auka pening til þess að efla skattaeftirlit. Ekkert komið úr því, ekki neitt. Hann bað þessa skýrslu þarna eignir Íslendinga í skattaskjólum. Af því að hann tók það af öðrum sem voru að kalla eftir, alveg nákvæmlega eins og hann tók skýrslubeiðnina til Ríkisendurskoðunar út af sölu Íslandsbanka. Hann sagði, ég ætla að gera þetta, ég ætla að fá þessa skýrslu. Svo hreykir hann af sér að hann hafi kallað eftir þessu, kallað eftir skýrslunum skattaskjólinu, hefur ekki gert neitt, ekki neitt í að bregðast við neinu af því. Það er ennþá að renna út milljarðar í skattekjur sem allir aðrir þurfa þá að borga hærri skatta út af. Það er ekkert flóknara það. Þannig að ég er ekki alveg á því að það þurfa endilega að hækka skatta, ekki nauðsynlega. Svona almennt séð, en í núverandi ástandi gæti þurft að gera það einmitt, sérstaklega þar sem að peningurinn hefur svona safnast í rauninni saman eftir COVID. Því að það eru sum fyrirtæki sem eru að greiða sér arð eftir að hafa verið á góðum styrkjum. Björn, má ég nefna það sem hefur verið nefnt hérna, þannig að aukin veiðigjöld, ég trúi því sett saman á því, bankaskattur, auðlegðarskattur. Já, ég myndi vilja fara í dálítið svona ítarlegri skoðun á því hvað okkur finnst vera sanngjarnt svona fyrirkomulag í skattkerfinu. Á þess að nefna einstaka skattstofna. Við gerðum það fyrir kosningarnar síðustu til dæmis, við hækkuðum hæsta tekjuskattsþrepið, allt hjá öllum í rauninni sem voru yfir og yfir þingmannakaup. Þingmenn hefðu fengið þá skattahækkun og sem voru á hærri launum, en svo hækkuðu við persónuafsláttinn greiðlega á móti, þannig að í reynd þá var það í heild sinni eiginlega skattalækkun sem við lögðum til, en við lögðum bara til jafnari aðeins álagningu á það. Og við höfum talað hækkun á fjármagnstekjuskattinum og ég skil í rauninni ekki af hverju það er einhvern veginn að taka einhvern sér skatt af því, bara leið þetta lendir í vasa hjá fólki, þá er það ekkert annað en laun. Og ég fatt ekki af hverju það er ekki bara verið að greiða launa eða tekjuskatturinn af þeim peningum. Þorbjörg, má ég tala útgjöld? Það
Heilbrigðiskerfið búið að vera í kreppu á Íslandi næstu í alla þessu öld og allir sammála að það þurfa að gera eitthvað í því. Eitthvað í fjárlagafrumvarpinu sem að bendi til þess að það muni lagast og sama að núna með vaxandi þunga hefur verið talað að húsnæðiskerfi sé bara komið í einhverja alvarlega kreppu, að það eins og gefur þetta komið fram að bara þenslan og húsnæðismarkað og hækkun á húsnæðisverði náttúrulega bara sjúkdómseinkenni á einhverju kerfi sem bara virkar ekki. Hvað í fjárlagafrumvarpinu bendir til þess að þetta tvennt lagist? Ef ég mætti kannski bara fyrst aðeins varðandi skattana, því mér fannst þú stilla okkur Jóhanni Páli fullþétt upp þar. Það var hann sem að gerði það, hann tók undir það sem þú sagði. Þá það ekki þannig að Viðreisn og Samfylking séu gangi hönd í skattamálum. Ég held að viti það nú allir. En ég nefndi sérstaklega þetta bara varðandi millitekjuhópana, bara venjulega launþega í landinu sem að taka á sig byrðar í þessu fjárlagafrumvarpi á meðan að ákveðnu póstar heyruðust aldrei. Og þar fannst mér fjármálafrumvarpið dálítið vera eins og stundum var sagt Morgunblaðið í gamla daga að maður þurfti að lesa það sem í því stæði en líka það sem maður segir ekki. Og orði veiðigjöld heyrðust aldrei. Þannig að bara þannig að því séð haldið til haga. Varðandi heilbrigðiskerfið að þá það alveg rétt að þessi umræða ekki alveg nýja nálinni en ég held að megi nú segja að það sé mikill stígandi og stígandi með réttu þegar maður að skoða það bara í hvað stöðu heilbrigðiskerfið frá því að hafa orðið fyrir niðurskurði í tengslum við hrunið. Við höfum talað fyrir því þar að hluti af því að þau þurfa annars vegar að bregðast við ákveðnum bráðavanda sem við blasir á spítalanum og það þessi þá aðgerðir til skemmri tíma og svo hins vegar að þá þurfi að horfast í augu við það hver staðan bara í starfsmannamálum til dæmis á Landspítalanum og í heilbrigðiskerfinu öllu. Það að verða þannig á heimsvísu að heilbrigðisstarfsfólk, hjúkrunarfræðingar meðal annars, þetta eru eftirsóttustu starfskraftar í heiminum. Okkur ekki að takast að halda í þetta fólk og sjálfur mér finnst mér það ekki vera geimvísindi hvað það á baki. Viðreisn hefur áður lagt fram tillögu á þingi svona þjóðarátak bætt kjör kvennastétta að liður í því að byggja upp heilbrigðiskerfi til lengri tíma litið sé að horfa til þess hvernig okkur gengur að halda í starfsfólk og laða það hingað til starfa. Við erum að sjá dramatískar tölur líka það heilbrigðisstarfsfólk sem fer út í framhaldsnám. Það hefur verið sterk söguleg og menningarleg hefð fyrir því að þetta fólk skili síðan aftur heim til Íslands að námu loknu. Hér að verða breyting, við sjáum tölur það hvað Landspítalan að dala í samhengi við rannsóknarframlag sem þýðir nýsköpun og þróun og það mjög margt þarna sem bara horfir framan í okkur. Fjármálaráðherra nefndi og hefur talað fyrir því að hluti af því til dæmis að ná hagræðingu fram væri að horfa til þess að það ódýrara að það sem það á við að sjúklingar geti leita til sjálfstætt starfandi sérfræðinga frekar en að vera sendir út í aðgerðir eins og við þekkjum til Svíþjóðar í liðskipta aðgerðir og svo framvegis. Ef við sjáum það engin aukning í sjúkrahúsþjónustunni í frumvarpinu og það ekki samningar við sérfræðilækna hafa ekki verið árum saman og ég sé ekki nein sérstök teikn á lofti að það sé að breytast. Þannig að ég held að þessi tveir málaflokkar, fjárlögin núna og heilbrigðismálin, kjarapólitíkin einhverju leyti, þetta muni ganga hönd í hönd og ég held heilbrigðismálin eftir að verða ofboðslega stór fyrir þeirra mikil og þung þannig þingvetur. Og kjaramálin hljóta að vera stór, það svona mátti heyra svona í gegnum þennan
þráð að við ímyndum okkur bara fólk sem að flúði hátt íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu og flutt upp á Akranes og keypti sér þar húsnæði og svo kemur verðbólgan og þá hækka vextirnir og nú á að og hækkar náttúrulega húsnæðiskostnaðurinn og nú á að hækka bensíngjaldið og svo að taka upp gjaldi við þegar maður fer í gegnum Hvalfjarðargöngin og þannig að þetta fólk eiginlega taparandir í efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Það er svona því sem reyna að bjarga sér bara einhvern veginn. Einmitt, og það eins og að fjármálaráðherra og ríkisstjórnin einhvern veginn skilji Seðlabankann einan eftir það að díla við verðbólguna. Kom fram á kynningu hjá fjármálaráðherra að ríkisfjármálin eigi að styðja við það markmið að halda verðbólgunu í skefjum, en mér fannst vanta öll svör það hvernig ætlar hann að gera það. Það hefur komið fram gagnrýni það að það sé bara verið að færa skuldavandann yfir á næstu ríkisstjórn sem þýðir auðvitað líka bara það sé verið að flytja hana áfram á yngra fólkið. Þeir póstar sem að fjármálaráðherra að nefna svona eitthvað aðhaldir, lækkun í ferðakostnaði ríkisins, svona hlutir sem að koma svolítið sjálfu sér bara með heimsfaraldri, frestun á nokkrum útgjaldamálum, hann nefndi lækkun á framlögum til stjórnmálaflokkana, gott og vel. Já, hann ætlar að skera niður styrkina til Sósíalistaflokksins, það mín kenning. Já, ég meina þetta kemur auðvitað Sjálfstæðisflokknum, þetta hefur minnst áhrif á Sjálfstæðisflokkin, svo má velta fyrir sig hvort þessi tilviljun eða ekki. Ég heldur þetta að því nefndi þetta, að það var náttúrulega athyglisvert að hann kemur fram með þessa tillögu eftir að vera búið að vera að gagnrýna óhóflega styrki til stjórnmálaflokkana lengi. Hann kemur með þá þegar að Sjálfstæðisflokkurinn er að selja frá sér byggingarétt upp í kringum Valöll. Það er bara mjög sérstakt. Já, og hvað sem hann finnst það, þá vantar það að það sé markviss skref það hvernig að ríkisstjórnin og ríkisfjármálin ætla að styðja við Seðlabankanum að ná fram þessum árangri. Að því eins og ég segi það að þessi einhver lækkun í ferðakostnaði hjá ríkinu eða einhverju svona tilgreinir póstar sem eru nýtt í gritti, það ekkert að fara að hreyfa við stóru myndinni. Herðu, ég held að fá að þakka ykkur fyrir núna, fá að heyri ykkur seinna önnur mál og kannski fjárlögin. Við höldum áfram að fjalla fjárlögin við Rauðaborðið. Til þess að morgun kemur hingað læknir sem heitir Jón Magnús Kristinsson. Hann er læknir á bráðadeildinni á Landspítalanum og við ætlum að ræða það hvernig fjárlögin og svona það sem má lesa stefnu ríkisstjórnarinnar gagnvart heilbrigðiskerfinu kemur út fyrir hann. Svo höldum við áfram að ræða fjárlögin og fleiri mál og ég fái örugglega að heyra í ykkur ágætu þingmönnum seinna. Rétt að við horfum.